Já, komið sæloftir og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hér eru virkilega góðir gestir. Það hópur leikhúslista kvenna, 50+, sem standa friðarvöku núna helgina, en eru annars starfandi hópur sem þykir í gjörninga, ekki rétt? Já, sko við gerum náttúrulega ýmislegt, en svo ég segi þér nú aðeins út á hvað þetta gengur að við erum hér 4 kvenna nefnd. Þar að við erum hér bara 3, það vantar einn okkar, Rósu Guðnýju, en hérna Heiða Steindórsdóttir og ég heiti Júlía Hannam og Sólveig Hauksdóttir. Ég heiti náttúrulega Ragnheiður en kölluð Heiða. Já, og við erum sem sagt fulltrúar, erum í þessum hóp sem heitir Leikhúslistakonur 50+, sem eru samtök eldri leikhúslista kvenna, eins og nafnið gefur til kynna, sem var formlega stofnað 2016 og höfum verið með allskyns ljóðadagskrár, bæði svona leiknar að setja svolítið í leikhúsform og svo kannski einfaldara, eins og við ætlum að gera núna, og svo höfum við líka verið með leiksýningar. Já. Og leiklestra. Og leiklestra, já, alveg alls konar hluti. Pakkin. Allur pakkin, já. Og þær sem eru lausar, langar að vera með, þær eru með og svona þetta mjög varierandi. En af hverju 50+? Af því þetta allt konur sem voru ekki lengur eftirsóttar hjá, það var nú svolítið æskudyrkun, allavega þegar þessi samtök voru stofnuð, þá fannst okkur vera svolítið æskudyrkun í leikhúsunum. Þetta var nú aðeins breyst eftir að konur fóru að skrifa og leikstýra og örlítið. Og jafnvel velja velja sýningar, en samt, okkur finnst ekki nóg af hlutverkum fyrir okkur, kannski. Nei. Og svo bara svo gaman að gera þetta. Já. Við erum nýlega búin að sækja styrk fyrir leikrit, frábært leikrit fyrir konur á þessum aldri. Við fengum ekki styrkin. Nei. Það svona svolítið típist. Hvað gera konur þá? Já, þær fara bara í mínus af því að þær eru ekki nóg sexy til að styrk. Nei, nákvæmlega. Nei, en halda áfram. En þá heldum við áfram að gerum eitthvað sem að þurfum þá kannski ekki eins mikla peninga til eins og þetta. Þetta náttúrulega allt unni í sjálfboðavinnu, þessi friðarvöku dagskrá í Fríkirkjunni sem að verður næsta laugardag. Milli 4 og 9. Þetta í tengslu við daginn? Já. Að vísu vorum við búin að ákveða þennan dag, sko, burt sér frá því. Og svo allt í náttuðu við okkur ákveða dagur þetta var og það yrði rosalega margt í gangi þennan dag. En við erum búin að sjá það er rosalega gott að byrja á Arnaróli og labba svo niður í og vera þar á fundi, koma svo niður í Fríkirkjuna og niður í Fríkirkju. Þetta bara passa. Fá sér kaffi kannski á milli, ég veit ekki hvað fundurum verður langur. Þannig að þetta gerir sér bara glaðan dag. En þetta sem sagt lestur upp undir 80 ljóð og inn á milli brotu upp með tónlistaratriðum frá ymsum. Vigdísi Hafliða, Arnmundi Ernst, Margréti Kristínu Sigurdóttur, Fabúlu, Aðalheiði Þorsteinsdóttur og hún með 2 söngkonur með sér, Tinnu Þorvalds Önnudóttur og Önnu Sigríði Jónsdóttur. Og svo dásamlegu flautuleikari, Pamela de Sensi og hennar nemendur sem munu verða. Það verða svona cirka hálftíma fresti, það ber hálftíma fresti, brotu upp með tónlistaratriðum. Og svo verður þetta bara svona ongoing. Já, æðislega. Fólk getur komið og farið. Já, það hægt að koma og fara. Já. Bara eins og Passíusálmalesturinn á fyrstudaginn langa. Já, kostar ekkert inn. Kemur og ferð. Það verður baukur á borði, með þess að spjald með bankaupplýsingum ef fólk vil leggja inn og það sem safnast mun ganga til verkefnisins Gervifætur til Gaza sem var komið á fót af Össuri heitni Kristinssyni og félaginu Ísland-Palestína. Við viljum bæta við og styðja því það náttúrulega fullt af börnum sem eru búin að missa útlimi í þessu hræðilega stríðan í Palestínu. Bara 200.000 í fréttum. Fólk er svolítið orðið blind gagnvart þessu eða hægt að sjá þetta en við viljum svona aðeins en nú maður bara svolítið hræddur ef að vopna hlið að fara í vaskinn og allt að magnast upp þá spurning hvað hægt að koma af því sem þarf þarna inn. En það bara, maður hættir ekki að reyna. Við byrjuðum að leita ljóðum frið eða stríð eða svona eitthvað og langaði svolítið að gera eitthvað fallegt og halda á lofti svona þessari hugmyndum hvað stríð aðalegt og hvað friður yndislegur sko. Og við fundum svo mikið af ljóðum. Við hefðum getað lesið haft, alla helgina. Já.
það er ótrúlegt. Þannig að við þurftum svolítið að sortera úr og erum sérst með þessi 80. Og þið komum með nokkur ljóð til þess að lesa fyrir okkur. Okkur langar að heyra. Já, alveg endilega. Erum við að byrja á þér? Sola virkli? Á ég byrja. Já, ekki Sola. Ég með ljóð sem heitir Stríð og eftir Ara Jósefsson. Og það hljóðar svo. Undarlegir eru menn sem ráða fyrir þjóðum. Þeir berjast fyrir föðurland eða fyrir hugsjón og drepa okkur sem eigum ekkert föðurland nema jörðina, enga hugsjón nema lífið. Já. Þetta er bara virkilega fallegt. Það er svo dásanlegt með ljóð. Við höfum verið að fá fólk til þess að lesa ljóð hjá okkur því að við erum lítil stöð og við höfum einhvern veginn ekki bólmagn í að vera með tónlist á milli atriða svona, en við höfum verið að spila ljóð og sem svolítið skemmtilegt. Já, mjög fallegt. Það svona hugvíkkandi að lesa ljóð og hlusta á ljóð. Við getum nú kannski farið í samstarf bara með það. Herðu, það líst mér Nógur af ljóðunum. Já, einmitt. Ég farin að hljóma svo Trumpin að gera samning. Já, þetta mjög veist þetta, svo lengi sem það eru friðarsamningar. Þú mun fá þetta frá okkur hvernig þú ferð að því, eins og Trump. Einmitt, þetta er einmitt, eða ég get einmitt lauma þessu svona inn í viðtalið og svo klippi ég bara svona. Já, okkur finnst bara svo gaman, en þú hefur þitt fram. Já. Okkur finnst þess svo gaman að lesa ljóð og það er svo mikið til að fallegum ljóðum, þannig að þetta er bara frábær hugmynd finnst mér, sjálfur mér. Já, þetta er alveg dásalegt að mér langar svo að heyra fleiri ljóð þegar þið eru tilbúinir að lesa. Það er næst. Já, það er náttúrulega bæði ný og gömul ljóð, íslensk og erlend. Ég er með ljóð eftir erlendan höfund, hann heitir Ilja Kaminski og er 47 ára gamall. Þetta er strákur sem fæddist í Úkraínu en hann er gyðingur, flutti með foreldrum sínum til Bandaríkjanna. Hann misti heyrn þegar hann var 4 ára aldur en hann sér hvað er að gerast í kringum hann. Og ljóðið heitir Á friðartímum og nú sittum við upp gleraugun. Sem jarðarbúi í 40 eitthvað ár var ég eitt sinn staddur í friðsælu landi. Ég fylgist með nágrannum opna símana sína til að horfa á löggu krefja mann ökuskírteini. Þegar maðurinn seilist eftir veskinu sínu skýtur löggan. Gegnum bílrúðuna. Skýtur. Þetta er friðsælt land. Við stingum símunum í vasan og förum. Til tannlæknis, til að sækja krakkana í skólan, til að kaupa sjampó og basiliku. Okkar er landið þar sem strákurinn sem lögreglan skaut liggur á gangstéttinni tímunum saman. Við sjáum í opnum munnans nekt allrar þjóðarinnar. Við horfum á aðra horfa. Líkami stráksins liggur á gangstéttinni alveg eins og líkami stráks. Þetta er friðsælt land. Og það klippir líkama borgarana léttilega. Á þann hátt sem forsetafrúin klippir á sig táneglurnar. Við öll þurfum samt að erfiða við að mæta til tannlæknis, muna eftir að búa til sumarsalat, basilika, tómatar, það er fagnaðarefni, tómatar, bæta svo litlu salti við. Þetta eru friðartímar. Ég heyri ekki byssuskot, en horfi á fugla splundrast yfir bakgarðana í útkverfinum. Hve bjartur er himinin þegar breiðgatan snýst möndul sinn. Hve bjartur er himinin, fyrirgefu mér, hve bjartur. Þetta var útrúlega fallegt. Já, og það er maður sér þetta bara algjörlega ljóslifandi fyrir sér. Þetta er rosalega skilmynd. Já, og gerist aftur og aftur. Og gerist aftur og miklu fleiri en eitt strákur. Einmitt.
og bara þetta orðið daglegt brauð eiginlega svona fréttir og það svo skrítið einmitt á þessum friðartímum að hvernig svona fréttaflutningur og allt, einhvern veginn, allur hryllingurinn og allt ógeðið sem að maður horfir á og sér og innbyrðir einmitt bara svona yfir daginn, hvernig einhvern veginn svona smátt og smátt þá hefur það ekki alveg sterk áhrif á mann og það fær svolítið sigga á sálina og það hræðileg tilfinning líka það verður svona vani að einhverju leyti sko og maður veit sjálfur að þetta ætti að vekja með manni harðari viðbrögð en þau einhvern veginn ekki og það það sem svo hættulegt og líka mér finnst líka svo hættulegt þegar að því að þögn okkar sem að stöndum, þetta bara alveg eins og skólalóðinni, ef það einelti í gangi og ofbeldi, þá það þeir sem standa hjá, þeir eru jafnsekir og ef að við opnum ekki munnin og segjum hvað okkur finnst þetta, þá eru við bara jafnslæm og ofbeldsmenni finnst mér sko, en það eru náttúrulega rosalega margir og ég finn það alveg með mig, að ég tek þetta rosalega mikið inn á mig, og verð örvæntingafull en ég verð kannski að taka með pásu svona hverju, hvíla með aðeins á þessu en svo reynir maður að fara af stað aftur að fylgjast með og reyna að byrgja þetta ekki inni og þegja en það eru rosalega margir sem að bara ég get ekki hort á þetta, ég get ekki fylgst með þessu, bara það fer svo illa með mig. En það á að fara illa með okkur. Það svo sjálflegt þessi afstæða sko. Bara að fara illa með mig að horfa á einhvern annan reyja. Það á bara endalaust að vera að tala um þetta Palestínu og svona komment. Já, það bara mjög ókveikjandi sko. Það alveg svakalega. Líka af því að ég hugsa alltaf sko nú eru við mömmur og ömmur og þeir sem að fá að upplifa það eiga afkomendur, þeir hljóta að hugsa framtíð þessari afkomenda og varðandi bara loftslagsmálin ég bara skil það ekki þegar fólk bara ítir því alveg vegna þess að þetta spurning hvort að börnin okkur og barnabörn eiga mjög erfitt í framtíðinni eða hvort þau eiga möguleika á að lifa semlega góðu lífi og við hljótum öll að óska þess þannig að ég skil ekki það ennst orðið yfir þetta svona cognitive dissonance ég veit ekki hvað íslenska orðið já það er svona bara það er meðvituð afneitun það sem að maður svona einhvern veginn maður veit af einhverju og maður lifir með því og svona stingur puttanum í eyrun og svona býr sér til hliðarraunveruleika og svo líka kannski þú veist ekki hendur þetta okkur þessi öruga vissa við leggjum bara til svefs á kvöldinu og það er allt í lagi hjá okkur sko. Þannig að það er líka svo afstæða sko. Það er eitt ljóðu hérna sem endar í mitt þannig en við þegar við erum orðið þreytt þá getum við lagt höfuðin aftur á silkisvefnuna það er eitthvað neins svona eigum ekki bara að heyra ég man ekki hvaða ljóða var ég bara fundið það er svo flott vind okkur í annað ljóð eigum að taka þetta er bara fyrsta ljóðið í prógramin okkar og það er eftir Sigurð Heitin Pálsson og eru ljóðaflokki sem heitir Raddir í loftinu. Hvað sem hver segir byggir friður á réttlæti. Hvað sem hver segir fegurðin ekki skraut, heldur kjarni lífsins. Já, gefðu mér rödd, gefðu mér spámannsrödd til að bera fegurðinni vitni. Gefðu mér rödd til að bera réttlætinu vitni. Við verðum að tala. Þetta var svolítið. Við verðum að tala. Og skáldin okkar, við erum náttúrulega, og við höfum talað það sko þegar við vorum að leita ljóðunum. Það er þessi herlausa friðsama þjóð. Hún á alveg ótrúlega mikið af ljóðum stríð og frið. Það er náttúrulega
við fylgjumst með öllu og það hefur allt áhrif á okkur og hér hefur verið her og Já, við erum svona nokkurn veginn undir hernámi. Já, við erum það náttúrulega og nú í dag líka bara þetta alltaf verða spurning hver kemur en skáldin hafa þessar sterku raddir og það svo dýrmætt að eiga þetta og mér finnst þetta svona sérstaklega mikilvægt núna því að hernaðarhyggjan fyrir svo vaxandi að manni bregður í brúnast í okkur með einasta degi meirist að hugmyndunum að skapa hér eða koma á herskildu eða koma búa til íslenskan her Já, hann sagði man ekki, þetta var ykkur prófessor eða ekki sem kastaði þessu fram Bjarni Már og sagðist það að varpa þessu fram bara svona sem hann kom einmitt hérna til mín og hann og Kristján Þór hérna fyrir þessinni og félags mannfræðingur og þeir tókust hérna aðeins á þessa hugmyndafræði en hann svona hann varpaði þessu fram hann svona, þú veist, hann vildi ná fram ykkur samtali hann var nú ekki búin að útfæra þetta neitt kannski meira en hann sá þetta svolítið út frá lagasjónarmiðinu að ef við ætlum að vera gera okkur svona gildandi með þjóðum meðal þjóða þá þurfum við að vera með eitthvað svona stefnu en ég skil ekki samt hvers vegna það ekki hægt eins og við höfum gert að við höfum verið að borga í þessa sameiginlegu sjóði en við höfum ekki verið að setja peninga sem eru eyrnamerktir fyrir vopn og ef að við viljum vera friðarins þjóð þá ættum við að geta haldið áfram að senda gervifætur, alls konar aðstoð. Alla Evrópu verið að bara Evrópusambandi talar núna 1 milljarð í vopnakaup og vopnasendingar og við erum bara partur af þessu. Ég held að kosti 50 milljónir á dag vopnin sem að Úkraína notar. Það ansið fljótt að samla saman. Og bakvið, við mögum ekki gleyma því að bakvið allt þetta vopnaframlindu sem græða á blóði fólks. Það ekki einu sinni málstaður finnst manni, sko, þetta bara og það einhvern veginn ekki einu sinni samtalið líka alltaf sko mínum að þetta á kolrungum forsendum að því að við ættum auðvitað að vera að lagaprófessorar ættu að koma hérna og tala fyrir friði, ekki hernaðaráætlun, heldur friðaráætlun og við ættum að vera að búa til sko lög og alls konar ramma hvernig við ætlum að viðhalda friði bæði hér og heiminum. Ég held að það sé svona og þetta verðist vera, ég meni þetta í öllu samstarfi alls þar. En það náttúrulega, eins og við vitum núna, það panik ástand í heiminum núna, það panik. Út af sollu, en þannig að það enga veginn, ég meina ef við getum talað eitthvað normalt ástand í stríðs- og friðarmálum, þá enga veginn neitt normalt í dag. Nei, og hefur ekki verið langa hríð í rauninni undanfarin ár. Það hefur verið stríð og hernaður og núna þjóðarmál. En nú komin bara maður þarna í Bandaríkjunum sem að engin veit hvað gerir á morgun. Já, en sko Bandaríkin voru nú ekki með hreinan skjöld. Nei, alls ekki. Áður en þessi persóna kom til söguna. Nei, það hann bara svona aðeins meira svona vókal. Já, kannski bara segir meira. Út og við þegar maður svona segir það sem að hinn kannski voru að hugsa. Já, og gerðu. Og gera ansið drastíska hluti og mjög stöðum tíma. Mjög drastíska. Og ég held, og væntanlega mun bandaríska þjóðin átta sig smám saman á því hvað þau eiga eftir að finna fyrir þessu, sko. Ég hugsa að þetta flýti kannski bara fyrir einhverju svona byltingu og breytingu í Bandaríkjunum. Maður náttúrulega, lengi hugsa hvort þetta myndi enda bara í borgarastyrjöld einhverju. Já, en það svo mikilvægt að tala fyrir friði einmitt á ófriðartíma. Og viljið þið flytja fleiri ljóð fyrir okkur kannski? Ég með þau henni handráðan. Ég fann ekki þetta með silkisveflana, en ég með ef ég verða að deyja. Já, það alveg einstaklega. Það náttúrulega það náttúrulega svolítið, hefur verið svolítið áberandi til þess að fólk hefur verið að deila því á Facebook. Já. Þetta eftir palestinskan höfund, eins og við vitum, sem að var drepinn svo stutt eftir
eftir, bara hann setti þetta ljóðbyrst Refat Aller. Refat Aller. Og í þýðingu Braga Páls Sigurðssonar. Ef ég verð að deyja, verður þú að lifa til að segja söguna mína, til að selja hlutina mína, til að kaupa efnisbút og tvinna, hafðan hvítan með löngum hala, svo að barn eitthvað staðar í Gaza, þar sem það horfir í auga heiminsins, bíðandi eftir pappa sínum sem hvarf í eldnetti og hvað ekki neitt, ekki einu sinni eigið hold, ekki einu sinni sjálfan sig. Sjáu flugdrekan minn sem þú bjóst til, fljúandi fyrir ofan sig, og haldi í smá stund að þar fari engill sem komi með ást. Ef ég verð að deyja, láttu það færa von, láttu það verða sögu. Já, ég fæ alltaf kökk. Að fara kökk í hálsin að hlusta. Hérna, hann er Refat á ættingja hér, eða sem sagt svona Ahmed. Já, hann Ahmed, hérna vinnur okkar sem kom hingað og misti fjölskylduna sína, eða sem sagt konuna sína og börnin sín í þessari sömu árás. En það nú gleðifréttir. Hann var bara núna fyrir viku síðan að fá hérna hæli. Eftir að hafa beðið í svolítið langan tíma og svona hérna í von og óvonum að eitthvað myndi nú fara að gerast í hans máli, þá hérna opnaði Útlendingastofnun loksins á það og hérna, þannig að við eigum hérna nýjan Íslending sem að hefur þess svona sterku menningatengsl til Palestínu. Skapar og skoku til hamingju með það. Ég mistaði hver það var? Já, það er vinnur okkar, hann Ahmed sem að hann misti fjölskylduna sína í þessari sömu árás. Þetta voru skildmenni. Þetta alveg, maður skilur ekki hvernig fólk bara getur lifað. En það gerir það samt, það verður að gera. Já, og það er einhvern veginn, og þessi segla og gleðin og fegurðin einhvern veginn í öllum ljótleikunum og það er alveg magnað. En hérna, bara aðeins aftur að kannski friðarvökunni. Hvenær byrjiði? 4:00 og verðum að til 9. Já. Og fólk er velkomið að koma og sitja eins lengi og það þolir eða langar og fer svo bara þegar það hefur ekki tíma lengur. Hlusta ljóð, tónlist. Ljóð, tónlist. Og við bara í rauninni tökum svona þann pólinn í hæðina að við erum þarna 11 konur og yndislegt tónlistafólk með okkur. Og ef það verður eitthvað tíman tómur salur, þá gerir það bara ekki til. Nei, við lesum. Við bara sendum þetta út í kosmosið. Þetta er bara einn fallegasti tónleikasalur og svona vanmennasti. Bara hérna í borgin alltaf. Og við sendum bara þennan boðskap út í kosmosið og vonum að það... Við vonum að fólk mæta. Það er einu sem við getum gert í bíli. Það er svona tími sem er kannski svona svolítið mitt á milli, sko. Eftirmiddags... kíkt fram á kvöldmat eftir kvöldmat og þetta er svo mikilvægt fyrir sálina að segja eitthvað og gera eitthvað og taka þátt. Þegar dóttir mín var hérna, þegar hún var lítil þá fann hún stundum fyrir svona kvíða, hún var svona skilnaðarbarn og ég kendi henni að þegar hún fengi svona stein eða liði illa svona yfir einhverju sem hafi gerst, hún hafi séð því hún fekk svona stein í magan, hún sem kvartaði undan magaverk, þá bjóði til svona myndlíkingum og þetta væri svona eins og kaðall svona sem að hefði flækst í maganum á henni og hún þyrfti að hérna opna munnin svona það sem hún væri að hugsa til þess að leysa nútin og svona hún sá þetta alltaf og sér þetta og nútum þetta með ykkur og þetta er svolítið svipað og ég hugsi þetta alltaf í þessu samhengi að maður horfir einhvern veginn og innbyrðir allan hryllingin og maður er alveg komin í hnút og þá verður maður einhvern veginn að svona anda djúpt, anda niður fyrir hnútin og bara ná honum upp og lesa ljóð
Heiðar, og líka bara gott að ég myndi að sitja hvort sem maður er trúaður eða ekki hverjar trúar sem maður er að setjast inn í kirkju og bara sitja og horfa og skoða og hugsa og fara inn á við. Ég held að það sé hverju manni holdt. Já, því með okkur þykir öllum voða vænt kirkjurnar okkar svona saman. Það eru félagsmiðstöðar. Rólegt andrúmsloft. Já, og það eru fallegar og það fólk kemur þangað með góðan tilgang. Og það er einhvern veginn svona andinn inn í kirkjunni alltaf. Einmitt. Þannig að, ég hlakka til að kíkja við. Það er að kíkja? Já, alveg. Já, þú gerir það. Já. Eða viltu ekki fara með eitthvað? Jú, kannski taka hér eitt að lokum. Já, það er spurning á ég taka Ég get ekki trúarjátningu ef ég fæ lána meppina þína. En hvað það er, sko? Ég veit að það veit ekki hvað það er. Ég held að þú leitir þá. Já, það misfórst kannski hjá okkur að númera blaðsíðurnar. Já, ég var með veit með. Þá er svo erfitt að finna. Það er ekki hægt að vera fullkomin í öllu. Nei, við getum flest en ekki allt. En hérna er hún. Trúarjátning líka eftir Ara Jósefsson. Ég trúi á moldina og son hennar mannin, fæddan af skauti konunar sem er píndur á okkar dögum, krossfestur, drepinn og grafinn, en mun rísa upp á morgun og krefjast réttar síns til brauðsins. Ég trúi á anda réttlætisins, samfélag mannana og friðsælt líf. Ég trúi því líka. Já. En það er svona, það er menn trúa á misjafna hluti. Já. Sumir lesa bara ljóð eftir Ólaf Hauk Símonarson. Það heitir Mér varð á að spyrja. Ég gekk milli manna í bænum og spurði einfeldningslega, viljið þið stríð? Ég fór mörg lönd og spurði mennina við veginn, mennin á ökronum og mennin í borgunum. Viljið þið stríð? Ég spurði gamlar konur sem mundu mörg stríð. Enginn vildi stríð. En maður nokkur dró upp silfurmynt, beit í hana og sagði, þetta er enginn. Enginn vill stríð. Þetta er bara merkurinn málsins. Þetta er nefnilega merkurinn málsins. Já. Því miður. Opnasalar græða. Já. Sólveig Hauksdóttir, Júlía Hannam og Ragnheiður Steindós. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og lesturinn. Þetta er búið að vera alveg stórkostlegt og ég hlakka til að koma til ykkar eftir göngu og fund á laugardaginn. Takk fyrir okkur. Takk sömuleiðis. Takk kærlega. Velkomin. Með allt þitt fólk. Já, ég lofa. Þú ykkur bara fullt af fólkinu. Já, ok. Og tókið við það meira hér handa vilja. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.